Landssamtök íslenskra stúdenta og Stúdentaráð Háskóla Íslands standa saman að lánasjóðsherferð þessa dagana. Forseti Stúdentaráðs, Elísabet Brynjarsdóttir, opnaði herferðina á orðunum "Stúdentar mega ekki hafa það gott". Lánasjóðsherferðin snýst að hækka frítekjumark lánsins og grunnframfærslu stúdenta. Frítekjumarkið sú upphæð sem stúdentar mega vinna sér inn á ári án þess að námslánin skerðist. Frítekjumarkið 930.000 krónur eins og stendur. Lánasjóðsfulltrúi SHÍ, Elísa Björg Grímsdóttir, segir námsmenn vera með raunhæfar kröfur í vonlausu kerfi. En hvað finnst nemendum þessar tillögur? Eru stúdentar almennt sáttir við námslánakerfið? Við erum hér stödd í Háskóla Íslands og við ætlum að spyrja stúdenta nánar út í málið. Ég 100% fylgjandi því að frítekjumarkið eigi að vera hækkað. Þannig að það nauðsynlegt að hafa eitthvað námslánakerfi en eins og það í dag það bara minn gallað að mínu mati. Í fyrsta lagi framfærslan ekki nógu há og kröfurnar sem það þarf að uppfylla til þess að fá námslánin að lokum þegar enninu lokið og strangar heldur líka og eykur bara á meira stress með stúdenta. Mér finnst kerfið eiga að vera öðruvísi. Þetta kerfi sem bara byggt kringum það að halda stúdentum tekjulágum. Þannig að sama hvað maður reynir þá hefur maður bara litla tekjur út mánuðinn. Skammtímamarkmiðið ætti að vera bara að hækka frítekjumarkið, þó að til lengri tíma á bara breyta kerfinu til heildar. Ef eitthvað finnst mér líka að það ætti bara að festa frítekjumarkið við launaþróun. En þetta sé ekki einhver pólitísk ákvörðun hvenær það hækkað, heldur bara að það hækki með öllum launum.